Jæja Ingvar, nú mótið búið. Hvernig leist þér á það? Það var virkilega skemmtilegt. Það var svona vita fyrirfram að við varum í gríðarlega erfiðum riðli með 4 Balkanlöndum og Rúmeníu en fengum erfitt prógram í byrjun. Töpuðum fyrstu 3 leikjunum fyrir Serbíu, Slóveníu og Bosníu. Náðum svo í virkilega flottan sigur gegn Rúmeníu og töpuðum þar á undan á móti Svartfjallalandi sem við hefðum átt að vinna og sá leikur kannski svíður mest, það hafði ekki klárað þannig. Skilur á milli, við lendum í 7. sæti í riðlinum, næsta sæti, en hefðum við unnið Svartfjallaland sem við áttum fullan séns á og þá hefðum við endað í 3. sæti. Var eitthvað sem kom þér á óvart? Já, það var svona kom á óvart hversu mörg lið spiluðu svæðis. Ég hélt að áherslan væri meiri á að spila maður mannvörn en það kom á óvart að við vorum fljóta að fara yfir í svæðis til þess að reyna að koma aðstæðingurum ekki meira óvart. Hvernig framtíðin hjá þessum stelpum? Hún bara björt. Það búin með grunnskóla, að fara í framhaldsskóla og fara í stúdentaflokk. Og nú tekum bara við baráttu hjá þeim að komast í 18 lið á næsta ári. Þá verða þeir yngri ári og það eiga margar góðan séns á því. Takk fyrir þetta.